Komiði sæl kæru vinir og velkomin í Ísland í dag. Eru bílalán verstu lán sem hægt að taka? Greidd skuld glatað fé? Ekkert gott hægt að segja verðtrygginguna? Hvað með námslánin? Og eina leiðin að lýsa sig gjaldþrota ef maður skuldum vafinn? Við ætlum að demba okkur í nokkrar mýtur fjármál með Birni Berg Gunnarsinni fjármálaráðgjafa. Mýta 1. Allar skuldir eru slæmar. Ég held að það sé svona þokkalegt prinsipp að nálgast þetta almennt þannig. Ég held að við líðum ekkert mikið fyrir það. En veruleikinn auðvitað þannig að við komum okkur ekkert þaki yfir höfuðið nema nánast öllum tilfellum með því að taka lán. Og þá það nauðsynlegt lán til þess að koma okkur á nauðsynlegan og betri stað. Sömuleiðis getur lán verið nauðsynlegt til þess að afborga þeirrar menntunar eða þekkingar eða reynslu sem við þurfum á að halda og kemur svo sannarlega til með að reynast okkur vel. Lánið sjálft ekkert gott. Mýta 2. Námslán eru hagstæðustu lán sem til eru. Ef við værum að horfa bara á tölur og blaði og værum að bera saman kjör, þá nú námslánum yfirleitt stilt þannig upp að samanborið við önnur lán séu þau jákvæð. Það hins vegar ekkert sérstaklega gott hvernig við erum látin greiða af þeim. Þarna erum við komið með lán sem við yfirleitt greiðum allt of hægt tilbaka. Þau geta þá undið upp á sig, eins og margir hafa séð með verðtryggðu lánin sín sem verða bara stærri og stærri. Og það ekkert jákvætt í sjálfu sér við það. En ef að við stöndum frammi fyrir því að verða að velja á milli og verða að taka lán, þá getum við alveg sagt já, þau eru jafnvel hagstæðustu lánin, en við getum ekki svarað í stuttumáli. Það verður að fara að hringaleið, svona þess að krókaleið að svarinu. Mýta 3. Ég á 1 milljón. Ég lifi bara einu sinni, þannig að það betra að eyða í Tenerife-ferð en að greiða inn á húsnæðislánið. Já. Þú veist, það getur svo sem alveg vel verið. Og það ekki þannig að lífi gangi út á það að skilja eftir stærsta dánarbúið. Það ekki stigatafla í kirkjugarðinum og það heldur ekki verið að halda bókhald yfir það hver leyfði sér aldrei neitt og sá vinnu leikinn. Það alls ekki þannig. En mér finnst að fólk þurfi að vara sig stundum, fullorðið fólk, það stundum að svona hnippa í sjálft sig þegar það farið að nota þetta sem við köllum YOLO. Það sem þú ert að lýsa bara nákvæmlega það. Þar sem við erum farin að grípa í það sem útskýringu á því að við ætlum að gera eitthvað sem við kannski vitum ekki skynsamlegt. Við segjum, já, ég lifi bara einu sinni. Og það ákveðnu leyti svolítið barnalegt að segja, ég ætla að réttlæta hvað sem ég veit að kannski ekki skynsamlegt, sem ég veit að mun koma mér í koll jafnvel seinna, vegna þess að mér finnst hugtakið ég lifi bara einu sinni vera skynsamlegt. Ég oft svolítið hræddur þegar fólki farið að tala svona. Af því að ég hitti síðan fólkið sem hafði talað svona á sínum tíma og núna með hnút í maganum vegna afleiðinganna. Mýta 4. Ef ég get bara greitt smá inn á lánið, þá tekur það því ekki. Það sem ég gerir þá að ég bara með afli ýti fólki inn í reiknivélar. Ekki segja þetta bara, skoðum tölurnar. Og það sem ég hvet fólk til að gera bara að taka sitt núverandi lán, eða þau lán sem fólk með í dag, setja þau inn í lánareiknivél og prófa að bæta við þessu smáræði. Og þegar verður að segja, það munar ekkert það verður að gera grína að því að þessi verður að benda á að vera ekki að kaupa sér kaffi á leiðinni í vinnuna eða brauð með avokado og þetta orðin eins og einhver brandari og það megi ekki tala svona. Prófaðu bara að taka þessa peninga og setja inn í reiknivélina og sjáðu hvort þau muni ekki jafnvel einhver ár af lánum. Það margt smátt gerir eitt stórt. Þess vegna það þannig þegar að fólk nær árangri í þessu að það fer að finna aura og krónur og hundrakallar hér og þar. Og þetta hljómar ekki mikið. Það hljómar ekki mikið að ætla að segja nú ég hættur að fara í sjálfsala, ég ætla bara að fara hérna í bónus og eiga kippu og taka þetta með mér í vinnuna í staðinn. Bara þetta litla. Þetta eru kannski einhverjir tíkallar. En svo gerum við nokkra svona hluti. Og saman verður þetta einhverjir peningar sem við sjáum sín í reiknivélinni að virkilega munar Þannig það alveg bannað að tala svona. Mýta 5. Bílalán eru verstu lán sem fyrir finnast. Þau eru langt í frá einhverju sérstöku uppáldi hjá mér, en þau eru ekki verstu lánin. Lánin sem slík eru yfirleitt með skárri kjörum en nánast öll önnur neyslulán. Þannig að vaxta kjörin ekkert sérstaklega slæm. En það að taka lán fyrir bíl afskaplega slæmt. Já, við erum þá að kaupa okkur eitthvað sem við höfum ekki efni á. Við getum ekki verið á þessum bíl, en við ætlum þess vegna að fá bankann til þess eða lánafyrirtæki til þess að kaupa hann með okkur. Og vitandi það að hann mun síðan lækka í verði. Þannig að þetta ekki fjárfesting í neinum skilningi. Ekki nema Ford bílinn sem ætlar að gera upp og gera ægilega fínan, en nei, þetta eitthvað sem við höfum algjörlega að halda okkur frá. Mýta 6. Kreditkort eru slæm. Eins og með
almennt prinsip sem að við gætum alveg til okkur þar sem við segjum bara skuldir eru slæmar eða lán eru slæmar, þá sé ekkert að því að fólk segi það bara. Segi ég bara kreditkort eru slæm, ég ætla ekki að vera með kreditkort. Ég held einmitt að það muni engin líða fyrir það að gefa sér það, að segja það. En kreditkort í sjálfu sér eru bara verkfæri til þess að borga fyrir eitthvað. Og það er ekkert að því verkfæri ef við beitum því skynsamlega. Ef við borgum alltaf reikningi, þá er þarna verið að leyfa okkur að borga með í rauninni vaxtalausu láni fram að því að við þurfum síðan að greiða þann reikning seinna meir. Reynslan er hins vegar sú að það er verið að tróða þessum kortum ofan í kokið á okkur vegna þess að fólk borgar ekki reikningi. Vegna þess að við erum að þarna taka lán, það eykur neysluna okkar. Allar rannsóknir sýna það að við eyðum meiri pening þegar við notum kreditkortið, þegar við notum debitkort og svo reiðufé. Svo kemur eitthvað upp á, við getum ekki borgað mánaðamótin, við fleytum reikningum áfram í himinháum vöxtum. Og þá eru kreditkort orðin verulega slæmi í rauninni. Mýta 7. Ég er of ung til að huga að eftirlaunum. Heyrðu þetta oft? Já, ég heyri þetta mjög oft. Ég heyri ennþá oftar í þeim sem að sögðu ég hefði ekki átt að segja ég er of ung til að vera að huga í lífeyrismálum. Þetta er ekki á sjálfstýringu. Ekki sjálfstýringu sem hentar okkur hverju einu. Þetta eru það mikli peningar, við getum hlaupið á 100 milljónum, það er minnst okkur 20 milljónum hjá okkur og það er ákvarðanir sem við tökum og megum öll taka einhverjar ákvarðanir þetta geta komið til með að hafa veruleg og jafnvel ráðandi áhrif á það líf sem við munum geta að lifa þegar við verðum eldri. Ungt fólk sem er núna að heyra tala um lífeyri og fær bara ælun upp í kok, sem ég skil mjög vel, því að þetta er ekki vinsælt umræðinu hvað þá skemmtilegt, að það ætti þá bara að horfa á tölurnar. Það er verið að bjóða öllum að hafa einhverja skoðun á því hversu mikill hluti þeirra skyldulífeyris fyrir sérreign og svo getum við öll valið okkur viðbótarlífeyrissparnað. Við getum mjög mörg valið okkur lífeyrissjóði. Við getum haft svo mikið þetta að segja að við getum gjörbreytt lífið okkar með góðri ákvörðun. Svo er bara hægt að segja ég er alltaf ung til þess að hafa áhuga á þessu eða skipta mér eitthvað að þessu. Þá erum við bara að treysta því að kerfið reddi öllu þegar við erum eldri. Ég hef ekki séð marga vera ríka á því. Mýta 8. Það er langt best að ég lýsi mig gjaldþrota því ég er skuldum vafin. Stundum er það þannig. Stundum er það hreinlega bara eina leiðin, stundum er það illskásta leiðin. En það er svakalega stór ákvörðun að taka og ég myndi aldrei taka slíka ákvörðun sjálfur einn, hvað þá á Facebook. Og ég myndi ekki vilja taka slíka ákvörðun byggða á áliti fólks og samfélagsmiðlum. Þarna er fólk verulega langt komið út í skurð og sér einmitt enga framtíð. Fólk sem spyr svona er í öngum sínum út af fjármálunum, þannig að það er í alvarlegri og erfiðri og sárri stöðu. Við eigum stofnun hérna heima sem heitir umboðsmaður skuldara, sem bankarnir fjármagna, sem að hjálpar fólki við að átta sig betur á stöðunni. Mýta 9. Endurfjármögnun er alltaf jákvæð. Það er alltaf jákvætt að kíkja á það, hvort við ættum að endurfjármagna lánið okkar. En það er mjög auðvelt að endurfjármagna lánið með einhverju miklu verra. Þannig að nei, það er ekki alltaf jákvætt að endurfjármagna lánið sitt, en þetta er meiri háttar breyting á fjárhag íslenskra heimila sem hefur orðið bara síðastliðinn áratug. Að samkeppnin er miklu meiri, kostnaðurinn er miklu minni og eins og ég er ekkert að ljóstra upp einhverju leyndamáli þegar ég segi að lánakjör á Íslandi hafi verið að sveiflast og þau gera það og munu sennilega halda áfram að sveiflast. Og þetta öskrar á okkur að við eigum nánast stanslaust að vera að líta á það hvort við getum gert betur. Við megum ekki líta fram hjá þeim möguleikum sem í boði. Það er ekki bara bankarnir, það eru líka lífeyrissjóðirnir og aðrir sem við getum verið að skoða og bera saman. Og þeir eru ekki allir að hreyfa sig með sama takti og sama tíma. Þannig að virkur neytandi á lánamarkaði getur grætt heilmikið. Mýta 10. Verðtrygging er ómöguleg með öllu. Hún kemur ekkert til af góðu vegna þess að verðtryggingin hún er heldur ekkert sér íslenskt fyrirbæri en hún er leið til þess að verja peninga fyrir verðbólgu, fyrir því að þeir brenni upp í verðbólgunni og missi verðgildi sig. Það sem er óþægilegt við hana fyrir íslensk heimili, kannski fyrst og fremst er það að við erum svo mörg með verðtryggð lán og þeim er stillt upp með þeim hætti að þau geta vaxið hraðar heldur en okkur tekst að greiða þau niður. Og það finnst mér mjög neikvætt og slæmt. Þannig að til þess að vinna gegn verðtryggingunni þurfum við helst að taka tiltölulega stutt lán eða borga fyrirlega mikið aukalega inn á þau. Það er bara meira en að segja. Þar hafið þið það. Rauði þráðurinn er sem sagt að það er ekkert svart eða hvítt í fjármálum. Og jú, maður á auðvitað alltaf að eiga fyrir því sem maður kaupir sér.
það bara það. Þetta ekkert ægilega flókið. Að fjármálin snúast að svo miklu leyti prinsipp og almenna nálgun. En við festum okkur alltaf í krónum og aurum og prósentum. Og við þurfum að skoða munin á þessu eða hinu sem að munar 0,2% þegar stóri munur liggur í því hvernig eru mín viðhorf almennt til peninga. Og ég held að verðmætið sé svo mikið í því að við temjum okkur og sé að við sem erum foreldrar temjum börnunum okkar þessi heilbrigðu viðhorf mjög snemma. Og þá það stundum að alhæfingar sem eru kannski allt of mikil einföldun að þær geta búið til prinsipp í okkur sem ekkert óholl. Það ekkert óhollt að vera bara illa við skuldir. Það bara hollt og fínt og ég held að muni hjálpa flestum. Peningar geta veitt okkur öryggi og þeir geta veitt okkur eitthvað skemmtilegt og þeir geta gefið okkur tækifæri til þess að byggja okkur upp og allt mögulegt. Og ég sé ekkert neikvætt við það að temja sér ákveðin viðhorf, hegðun og notkun á peningum sem auðveldar okkur þetta. Það ekkert skemmtilegt að nota tannþráð, en ég bara mjög hrifinn af þeirri hugmynd að halda á tönnunum þegar ég verð eldri. Það svolítið algengt að við teljum að lántaka og alls kyns lán séu miklu eðlilegri hluti af heimilisrekstrinum ættu að vera. Þannig að það svona eðlilegur hluti að vera skuldugur bara alla ævina nánast, eða hvað? Já, jafnvel að þetta sé ekkert kannski endilega uppgjöfin svona að við séum búin að horfast á einhverju tímapunkti bara í augu við þann veruleika að svona verður þetta bara. Að það bara taka allir lán fyrir öllu og ég býði hérna á þessu landi og þá bara tekið þátt í því. Ég ekki sammála því og mér finnst að við ættum að leyfa okkur stundum að vera aðeins öðruvísi og svona ákveða að vera þá aðeins skynsamari og anda aðeins með nefinu og hugsa það virkilega þannig að nágranninn minn eigi þennan bíl sem í innkeyslunni að þessi sem ég að sjá á Instagram sé virkilega að greiða fyrirfram fyrir það sem verið að gera eða eru síðan allir svefnvana af áhyggjum þegar heim komið og slöktir á myndavélinni. Takk Björn fyrir að leyfa okkur að rekja úr þér gatirnar með fjármálin. Þetta náttúrulega alls ekki tæmt, þannig að hugsanlega munum við banka upp á aftur einhvern tímann í framtíðinni. Endilega, takk fyrir mig.